Svo, fínt. Yeah, I'm going to say this again. My beautiful, beautiful wife is going to start this on a, like always here on Grace Church, with a little prayer. Mín fallega, fallega kona mun byrja þetta á litli bæn eins og ávallt. Ja. Og sem yndislega fimmtudegi og allir segja Amen á þessum yndislega fimmtudegi. Everybody say Amen on this beautiful Thursday. Amen. Amen. So you have the word, my darling. Já, elsku heilagur andi, við leggjum þessa stundi því hennar hendur. Byggjum að gefa mér og Sigga frið í huga okkar og hjarta okkar og blessa huga okkar og hjarta okkar og allir þeirra sem heima að hlusta. Og blessa ykkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við lyfta nöfnum til náðuna. Við lyfta Name After Grace. Við ætlum að lyfta Dísu, Huldu, Amelíu, Ástu og Óskari. We ask you to lift these names up to God, ask God to bless them, ask the Holy Spirit to come and help them with what they are dealing with. And God knows what they are dealing with, like God and the Son and the Holy Spirit. They are one and they will help us like He answers our prayers. Eins og ávallt munið nöfnið sem við nefnum hér að lyfta þeim upp til Guðs og biðja Guð að blessa þau. Biðja heilagan anda að stíga inn í aðstæður hjá þeim og hjálpa þeim með það sem þau þurfa hjálp með. Guð veit hvað það og eins og við vitið að Guð ansar okkar bænum. Í Jesúa Immanuel nafni. Amen. 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 Svo það hafi nú orðin rétt þið hafi nafnið á Guði rétt. Jesúa Immanuel. Amen. Og ég ætla að lesa hérna í Orðskviðunum í dag 22. kafla og I'm going to read from the Proverbs chapter 22 today. Yeah. Gott mannorð dýrmætara en mikill auður. Vinsæld er betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur hittast drottins skóp, þá alla saman. Vitur maður sér ágefan og felur sig, en einfaldingarnir halda áfram að fá að kenna á því. Laun auðmýktar og ótta drottins er auður. Heiður og líf, þyrnur, snörur eru á vegi hins undurförula. Sá sem varveitir líf sitt kemur ekki nærri þeim. Fræð þú sveinunum veginn sem hann á að halda, og á gamals-aldri mun hann ekki af honum víkja. Ríkur maður drottnar við fátækum og lánþeginn verður þræll lánsalans. Sá sem ranglæti sætir uppsker óhamingju, og sprot heiftar hans verður að engu. Sá sem er góðgjarn verður blessaður, því hann gefur hinum fátæka af brauði sínu. Rek þú út spottanum burt, þá fer deilan burt, og þá línir þrætum og smán. Drottinn elskar hjartar hennar, konungurinn er vinur þess sem hefur yndisokka af vörum sér. Augun drottinn varðveita þekkinguna, og orðum sikarar kollvarpar hann. Letingin segir: Ljón er úti fyrir, ég kynni að verða drepinn út á götunni. Djúp gröf er munnur léttúðlega kvenna. Sá sem verður fyrir reiði drottins fellur í hana. Ef fýlska situr föst í hjarta sveinsins, þá mun vöndur agans koma henni burt þaðan.
Að kúga fátækan eykur efni hans, að gefa ríkum manni verður til þess eins að gjöra hans snauðan. Orð hinna vitru. Nei, eyra þitt og heyr orð hinna vitru og snú athygli þinni að kenning minni, því að það er fagurt. Ef þú geymir þau í brjósti þér, ef þau eru öll til taks á vörum þínum, til þess traustist sé á Drottin, fræði þig í dag, já þig. Vissulega skrifa ég kynnir handa þér, með heilræðum og fræðslu, til þess að kunngera þér sannleikann, áreiðanleg orð, svo þú flyttir þeim áreiðanleg orð, sendi þig. Reyn eigi hinn lítilmótlega af því að hann er lítilmótlegur, og knós eigi hinn voðuga í borgarhliðum, því að Drottinn mun flytja mál þeirra og ræna þá lífinu þá ræna. Leggi eigi lag þitt við reiðigjarna mann og hafi eigi umgengni við fauta, til þess að þú venjist eigi að háttsemi hans og sæki snöru fyrir líf þitt. Verð þú ekki meðal þeirra ganga til handsala, meðal þeirra að ganga í ábyrgð fyrir skuldugum, því þegar þú ekkert hefur að borga með, viltu þá láta taka sængin undan þér. Færð þú eigi úr stað hinna fórnu landmerki, þau eru feður þínir hafa sett, sjáðu þú mann velfæran í verki sínu, hann getur boðið konungum þjónustu sína, eigi mun hann bjóða sig ótignum mönnum. Í Jesúa Immanuel nafni, amen. Amen. Og núna mun ég spila þetta í King James 16:11. Ástin mín, spila þetta í King James 16:11, ég skal segja. Proverbs 22. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself. But the simple pass on and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches, and honor, and life. Thorns and snares are in the way of the froward. He that doth keep his soul shall be far from them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Cast out the scorner, and contention shall go out, yea, strife and reproach shall cease. He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend. The eyes of the Lord preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor. The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets. The mouth of strange women is a deep pit. He that is abhorred of the Lord shall fall therein. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich shall surely come to want. Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.
For it is a pleasant thing if thou keep them within thee. They shall withal be fitted in thy lips, that thy trust may be in the Lord. I have made known to thee this day, even to thee. Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge, that I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee. Rob not the poor, because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate, for the Lord will plead their cause, and spoil the soul of those that spoil them. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul. Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts. If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Í Jesúa, Immanuel, nafni Amen. Í Jesúa Immanuel nafni Amen. 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 Mjög gott. Og munið ávallt menn verið góðir við konur ykkar og konur eru góðar við menn ykkar og menn segið hversu mikið þið elskið konu ykkar og konur segið hversu mikið þið elskið menn ykkar og segið einnig við börnin ykkar hversu mikið þið elskið börnin ykkar og þá mun Guð blessa ykkur og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar. Einnig elskið náungan eins og sjálf ykkar og einnig elskið óvin ykkar eins og sjálf ykkar og þá mun svo sannarlega Guð blessa ykkur því að við erum öll börn Guðs. Það er engin undantekning á því að Guð frelsaði alla menn, ekki bara einhverja útvaldna eins og fólk er að reyna að halda fram. Hann dó fyrir alla og hann frelsaði alla, sýndi fram á það að við værum börnin hans og að það væri engin dómur yfir okkur og hann elskaði okkur án skilyrða og það er hann sem elskar okkur fyrst og það er ekki að við elskum hann, það er að hann elskar okkur. Guð þjónar okkur karlmönnunum ber að þjóna konunni til þess að hún öðlist virðingu fyrir manninu sínum og síðan þjónum við börnunum og þannig er það og því segir Guð alltaf börnin eru hrein því þau hafi ekki gert neitt og því eru þau hjartarhrein. Í Jesúa Immanuel nafni Amen. 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 Og við ætlum að hafa þetta stutta útsendingu í dag, mikið að gera og við munum sjá okkur á morgun á föstudaginn og við munum koma þá í útsendingu og ég veit það kannski aðeins dýpra og ég á eftir að fara inn í hluti hérna sem ég var að tala í síðast Já. og þar sem ég var með kennslur í sambandi við
sögu Biblíunnar og hvernig þessu kúltúr kirkjum hér í samfélaginu hefur verið háttað eins og Lúther, katólíkinn og réttrúnaðarsöfnuðurinn og allir í söfnuðir, allir 212 söfnuðir en með 212 mismunandi áherslur og bera nafn Jesúa, Immanuel, vitlaust fram. Já. Því hann heitir Jesúa Immanuel og það hefur aldrei verið neitt sem heitir Jesú. Og þetta er sannleikurinn og þetta var bara búið til eins og þið hafið heyrt mörg lög vera sungin að þá er sungið Jesúa því hann heitir Jesúa Já. en hann hefur aldrei verið skírður Jesú, hann var skírður Jesúa og þannig er það og eins og elstu rit sýna fram á. En maðurinn er klókur og því varar Guð okkur við manninum að falla ekki fyrir að líta upp til mannsins og eins og Jesúa segir, enginn maður er góður maður. Og eins og elsta ritið sem við eigum í Biblíunni er 88 rit og orthodox-kirkjan eða réttrúnaðarkirkjan, hún er með 76 rit. Katólska kirkjan er með 73 rit. Og svo kom Lúther með valdi og tók og fækkaði ritið niður í 66. En Jesúa var búinn að segja að það mætti ekki taka neitt eða breyta neinu. En hér sjáu þið að hér er búið að taka úr og segja einhverjir spámenn, því engin spámaður eins og Jesúa tekur fram, það kemur engin spámaður eftir mig. Og þannig er það og ég mun fræða ykkur þessa hluti. Þetta er mitt. Ég elska Guð og hef alveg ofsa gaman af sögu Guðs og því hef ég lagt mikla vinnu í það að fara í alla mannkynssöguna, alla söguna með Biblíuna, hvernig þetta var allt frá upphafi og eins og þau gera í þessum kúltúrsöfnum að þá fara þær að segja að Biblían sem er elsta Biblían sem er 88 rit að fara að segja að hún sé ósönn. Nei, hún er rétt og alveg svo þeir fundu upp ritin sem voru kölluð dauðahafsritin og svo það hefði verið fyrsta skipti sem þau hafi verið fundin upp 1945 en það
er ekki rétt því öll þessi rit eru í Ethiopian Bible sem er 88 rit og þar er Ínúk, Tómasar guðspjall og öll þessi guðspjall sem eru ekki í Biblíunni sem að katólíkar gerðu og ortodóks gerðu en kristnimenn fóru til Eþíópíu, varðveittu þessi rit og eiga útgáfuna af Nýja testamentinu og Biblíunni í heild sinni. Og þannig það og gyðingurinn hefur verið að gera það. Hér að vera að taka og breyta, reyna að breyta og manngera Jesúa. Og eins og var alltaf eins og frá katólíkunum og ortodóks og öllu því að það var alltaf einn Guð, Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi einn Guð. Því var breytt 1054 en það voru samþykkt 370, var það samþykkt 570, var það aftur samþykkt einn Guð og svo 871 Guð og alveg fram á 1054 þá splittu þeir Guð í 3 parta og eins og Guð skapaði þig í sömu mynd og hann að sáliðin er Faðirinn, líkaminn er Jesúa og heilagur andi er andinn sem að blásinn í þig og þannig erum við sköpuð. Ég lenti nefnilega í svolítið skrýtnu atviki að ég ræddi hér sögu hér sem ég ræddi Biblíuna og lenti bara í meira áttar netárásum. Já. Ég nefndi í sambandi við Biblíuna og gyðingana þegar ég var að upplýsa þessi mál sem eru rétt og þetta er bara búið að halda frá okkur nánum. Og we are gonna see you tomorrow on Friday. Ulla. Já. And we ask you especially to pray for Ulla and ask God to bless her and ask the Holy Spirit to help her with what she is struggling with and pray for her and God answers our prayers in Yeshua Emmanuel name and may Yeshua bless you. Amen. Amen. Og við heyrumst á morgun on Friday og allir segja Amen on this wonderful Thursday og allir segja Amen on þessum yndislega fimmtudegi. Amen. And we are gonna see you tomorrow on Friday here on Grace Church and have a wonderful, wonderful day. And we love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og eigið yndislegt kvöldið á Íslandi og einnig þeir sem eru annars staðar í heiminum eigið yndislegan dag og yndislega nótt í Jesúa Emmanuel nafni. Amen. 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 We love you. Bye bye. Love you. Bye. Hvernig slökkva? Svo.
Mhm.